stóra flugskýlinu á Keflavíkurflugvelli sem staðkunnugir þekkja sem 885 má ennþá finna lykt af sögunni frá því þyrlubjörgunarsveit varnarliðsins var hér með öll sín tæki og tól. Á þröngum og dimmum gangi sagan upp alla veggi. Sjónvarp Víkurfrétta skoðaði hluta af sögunni með Sigurði B. Magnúsinni, starfsmanni á Keflavíkurflugvelli. Kíkjum í stóra hængerinn. Þú aðeins verið að kynna þér söguna á þessum veggjum sem eru hérna í gamla stóra flugskýlinu á Keflavíkurflugvelli. Já, ég var nú bara grúski í þessu að ganni mínu og var að posta myndum af þessu á Facebook síðu NASKEF í Keflavík. Starfsmenn varnarliðsins voru inn í Keflavík og hermenn og postaði þessu myndu þar á síðu og það vakti athygli þeirra þarna í þyrlubjörgunarsveitinni sem var hérna. Þeir stukku eiginlega bara á þetta hjá þér? Já, þeir voru alveg ólmir í að endurgera vegginn út í Englandi þar sem þeir eru staðsettir í dag og hafa nú lokið í verki og bara virkilega flott hjá þeim. Þetta svolítið merkileg saga sem eru máluð hérna á veggina. Já, hún það. Þetta náttúrulega alveg frá árinu 71 og til ársins 2005-06 þegar þeir fóru og þetta svolítið merkilegt og þessi veggir eru gamlir og blautir og byrjar að flagna og þetta svona að eyðileggjast. Þannig að þetta var á síðasta snúning að bjarga þessu. Hvaða sögu nákvæmlega verið að segja á þessum veggjum? Hér semst verið að segja í raun og veru frábæra björgunarleiðangrum sem þyrlubjörgunarsveitin fór í þegar hún var staðsett á Íslandi og eins þegar hún var til staðar eða til aðstoðar. Litirnir segja til það hvort þeir hafi bjargað eða hvort þeir hafi verið til aðstoðar íslensku sveitunum. Og það eru sérstök merki fyrir hvort þetta eru verkefni á landi, sjó, jafnvel vélsleðar, eldfjöll og annað? Já, það eru ansi mörg tákn á þessu. Það eru loftbelgir eins og þú segir og vélsleðar og þetta segir allt sína sögu, bara myndirnar tala sínu máli. Og það búið að endurgera þennan vegg í Bretlandi og það var eitthvað meira sem að þú svo sem bjargaðir hérna frá eyðileggingu, segðu mér aðeins frá því. Já, það voru loftaflísar í þessum hengir 885 sem við erum í sem hver og einn meðlimur þyrlusveitarinnar setti fótspor sín í með grænni málingu. Sveitin var kölluð Jolly Green Giants og skrifaður texti á þessar flísar og þessu postaði ég líka á Facebook síðunni og það restaði þannig að þetta voru 300-400 flísar sem voru sendar út til Englands og verið að koma þar á rétt eigendur. Jafnvel fallnir hermenn? Já, það voru minnst okkur 3 ef ekki 4 ekkjur sem höfðu sambandið með beint á Facebook sem sáu nafn eiginmannsins á þessum flísum og vildu ólmar fá þessa flís afhenta. Einhverjar hugmyndir að reyna að bjarga þessum ummerkjum í þessu stóra flugskýli? Þetta nú orðið illa farið. Já, þetta orðið illa farið og ég búinn að mynda þetta allt saman, þannig að það hægt að endurgera þetta hvenær sem og hvar sem ef einhver hefur áhuga á því, herminasafni eða hvað sem það Þetta bara hluti sem ætti heima á einhvers konar björgunarminjasafni. Já, ég myndi segja það. Svolítið sorglegt að láta þetta flagna bara veggjónum og eyðileggjast.